Ég horfði á kappræðufund forsetaframbjóðanda frá 3. júní eftir ég sá fréttir af því að maðurinn sem mælist með mesta fylgið talaði næstminnst í útsendingunni. Mér fannst það frekar undarlegt, þannig ég ákvað að horfa bara á þáttinn. Þegar Guðni T.H. er spurður af því hverju stæði með honum að frambúðinu, fannst mér eitthvað fátt svör, sagði umboðsmann sinn vera Þorgerði Önnu Arnardóttir og hún var kennari. Hann afneitaði fyrrum fréttamanni RÚV sem kynntur sem framkvæmdastjóri framboðsins á vefsíðu hans og sagði framkvæmdastjóran vera Friðjón Friðjónsson og hann hefði aldrei starfað hjá útvarpinu. Ég fór því að googla þetta og sá að þau tengjast öll Sjálfstæðisflokknum. Meira að 2 þeirra eru miðstöð flokksins. Þannig að ég ákvað bara að hringja beint í þau og spyrja hreint og beint. En þú ert alveg umkringdur flokksbundum sjálfstæðismönnum, miðstjórn og framkvæmdastjórn og lögfræðingum allan, er þetta ekki... Ég er úr Garðabæ og Þorgerður, ég þekki hana bara sem Garðabæ, ég þekki hana ekki sem sjálfstæðiskonu. Ég heiti Þorgerður Anna, ég er nú harður sjálfstæðismaður líka og seit meðal annars í miðstjórn. Ég vildi gera þetta vel, þessa kosningabaráttu. Ég vissi að Þorgerður Anna er betri en allir sem ég veit í að skipuleggja svona og Friðjón Friðjónsson sem er í almannatengslum. Þannig að Valdið þú bara þitt fólk í þetta? Já, ég bara talaði fólk og sagði... Slegin fram nokkurlega, eins og Magnús Lyngdal Magnússon. Já. Hann er flokksbundinn sjálfstæðismaður og fyrrverandi fréttamaður RÚV. Já, hann vann það reynd. Svo Friðjón Friðjónsson, hann er fyrrum aðstofamaður Bjarna Benediktssonar. Já. Það er svo margt sem stingum í þessu vegna sem ég er að velta fyrir mig, það er svo margir sjálfstæðismennina. Svo er Albert Guðmundsson. Albert Guðmundsson er ekki formaður Heimdallar. Hann er nú bara svona stuðningsliði 1.1500. Svo er Margrét Björnsdóttir, hún er frá framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Já. Fyrrverandi. Já. Og svo er Pétur Örn Sverrisson, lögmaður. Hann reyndar kemur ekkert af frambúðinu. Hann skuttlaðist með meðmælilistana bara sem heiðarlega góður lögmaður á Selfoss. En þessi Pétur Örn, hann er Pétur Örn með þessu ekki? Nei, ég sagði þér það á það. Hann er ekkert inn í þessu. En þessi Lúðvík Örn Steinarsson, lögmaður. Þeir eru systkinabörn. Hann var ákærður fyrir stórfellt skattsvik, eða ekki? Nú bara þekki ég það ekki, en hann Það var sérstakur saksóknari sem fór með það. Já, ég get ekki svara fyrir það, en hann styður frænda sinn. En með Facebook, þegar þessi síða er stofnuð, hún er keyrð út á auglýsingum. Ég meina það er það ekki keyrt út á er ekki það borgað peninga til þess að fá? Það var bara lítill peningur sem var bara lagt til af hópnum sem vildi fá hann í framboð. Var það áður? Var það það leyti sem að hann var í þessum þáttum út af Panamaskjölum? Það var komið áður en það kom fram. Það var búið að hvetja hann til þess áður? Já. Þegar minnast á Facebook, nú var þessi Facebook síðan, hún var stofnuð áður en þú fórst að vinna í Panamaskjölum? Nei, ég tilkynni framboðið 5. maí. Já, og hún er og það er þá er þetta Panama-dæmi löngu byrjað, það er þetta í apríl einhvern tíma. En það var 3. apríl Panama-dæmi og það búið stofnana fyrir það og búið að leggja pening í og hún er stofnuð af sjálfstæðismönnum og miðstjórn. Úr miðbyggnum við, nú skil ég ekki. Framkvæmdastjórn og miðstjórn og þessi fólki, þessi hópur sem byrjaði, hann stofnaði Facebook síðu ekki satt og hóf að reyna að hvetja þig inn í slægin áður en þú byrjar að vinna í Panamaskjölunum hjá RÚV. Þess vegna þetta stingur þetta mér svo mikið að hvað sjálfstæðismenn eru einbeittir í þessu verki. Ég taldi að þeir var allir Davíðsmegin. Já, ég hefði nú haldið það líka en ég veit bara það sem ég veit og það er það að frá því fyrir áramót
hafa hinur og þessir verið að hvetja mig til þess að fara í framboð. Facebook síðuna, ég held það að vera Ég held stofna að Friðjón Friðjónsson, sem er minn, einn af þremur í stjórninni, hann vildi svo mikið að ég gerði þetta og hann gætt sagt við mig þá, herðu, það er bara þannig að það er bara fólk, bara þegar það sér þitt nafn, þá bara vill það að þú farið fram. Og svo ertu bara umkringdur hörðustu sjálfstæðismennum og Garðabæ. Já, ég náttúrulega get ekki svarið að mér þann uppbruna, það er bara þannig, ef þú ert fæddur í Garðabæ, þá eiginlega liggur beint við að ef fólk sem er í pólitík í Garðabæ, það er yfirleitt sjálfstæðisfólk, þetta er búið að vera eins og fólk ekki orðið þreytt innan þess að flokka bara svona yfir höfuð og þetta er ekki bara orðið allt einhvern veginn orðið komið þreyta í þetta allt saman. Hann er bara klofið flokkurinn. Já, ég meina það er náttúrulega liggur ljóstir eins og Viðreisn er að taka slatta fylgi frá sko þeim flokki. Er Bjarni Ben, er hann stuðningsmaður þinn? Ég veit nú ekki, ég þekki Bjarna frá því að sko við vorum... Hann er úr Garðabæ? Hann er úr Garðabænum, já, ég hitt hann nú bara síðast í dag á fótboltaleik. Þannig að hann er búinn að lýsa yfir að auðvitað styðja hann fyrirverandi formann flokksins. Já. En ég held að hann fagni nú ekkert framboðið það því sko. Nei, hann hefur kannski ekki mikla trú á því? Nei, ég held ekki og ég held ekki. Er Bjarni Ben að styðja þetta? Bjarni Ben, svona kannski gaf, hann sagði svo sem ekki afdráttarlaust, þannig að ég er ekki með 100% hvað Bjarni stendur. Eru sjálfstæðismenn ekki að breiðfylkinga á bakvið Davíð eða hvernig? Nei, ég held að hún skiptist svolítið, ég held að fylkingin skiptist svolítið tvennt. Ragnar Ríkharðsdóttir er búin að lýsa því yfir í útvarpsviðtali sjálf að hún styður Guðna. Hún styður Guðna, já. En fyrir mér, þá kemur Guðni fram eins og hann sé bara búin að taka inn forrit og maður sé bara að fara að kjósa Guðna á forrit í staðin fyrir Ólaf og Dorrit. Þetta er svona einhvern veginn eins og þetta sé bara leikrit. Já, það er áhugavert. Þetta, ég er nú bara eiginlega ekki átt að með á þessu sem þú ert að nefna núna, sko, það er svo undarlegt að Davíðsmenn allir eru að saka mann að vera samfylkingamann, en svo eins og þú bendir á núna, ef þú horfir bara á flokkskírtinni hjá fólki. Ég var handviss að þú væri útsendari samfylkingarinnar, sniðinn og klæddur af þeim og ég fekk bara taugaáfall þegar ég horfði á RÚV, ég hef nú ekki vannur að gera, ég get ekki eins og horft á áramótaskaup, það er áróður. Og svo neyddist ég til þess að kíkja á þetta og þá bara sá ég bara sjálfstæðisflokkin út allt. Já, akkurat. Ég held að stjórnarskráin sé ekkert stórmál. Þannig að ég held að hún brenni ekkert á fólki núna, eins og fyrir þessar kosningar eða þingkosningarnar. Þú varst kallaðir til hérna sem óháður álitsgjafi ásamt öðrum og samt var byrjað að skora á því. Þú sást enga ástæðu til þess að gefa þetta upp? Að ég hafi verið skorað á mig? Já, það var gert á Facebook, þannig að Facebook er náttúrulega aðgengilegt ykkur eins og mér. Þannig að þér finnst alveg að þú hafi komið heiðarlega fram gagnvart kjósendum og gagnvart áhorfendum. Alveg um leið og ég ákvað að ég myndi fara í framboð, þá hvarf ég af skjám landsmanna sem álitsgjafi. Það liggur alveg fyrir. Það var hins vegar auðvitað ekki rétt sem að Guðni var að segja, en hefði ekki verið búinn að tala um það og hugsa um það að fara í framboð og auðvitað átti hann að láta útvarpið vita af því. Eða útvarpið átti að sjá á því og spurja að því til þess að það væri full heilindi. Ég get nú ekki orða bundist þegar að sá sem að því kynni sem mælist hæst í könnunum segir ekki sannleikann sitt framboð vegna þess að hann nefndi hérna sérstaklega að það hefði komið Facebook síða sem var skorað á hann. Það var gert með keyptum auglýsingum. Hann hlýtur að vita það. Það voru keyptar auglýsingar, þetta var ekki sjálfsprottið. Svo komin þessi kosningavél og á bakvið hana stendur, kosningastjórinn er fyrrverandi fréttamaður hérna á RÚV og sá sem er umboðsmaður hans hjá kjörstjórnum er lögmaður bandarískra vogunarsjóða. Og ég held að það þurfi nú bara að leggja spilin á borðið þessi maður og gera hreint fyrir sínum dyrum því að það er náttúrulega ekki gott ef að þjóðin kýs einhvern úlf í sauðageru inn á Bessastaði. Mér finnst það náttúrulega bara, þetta þurfi bara að koma allt upp á yfirborðið. Við vitum að það er verið að segja ósatt. Guðni, viltu svara þessu? Umboðsmaður minn heitir Þorgerður Anna Arnardóttir og er kennari. Framkvæmdastjóri Friðjón Friðjónsson, hann hefur ekki verið fréttamaður hér, það krakkar? Hann var aðstoðarmaður Bjarna Benediktssonar, svo ertu að gleyma að segja frá honum Pétri Erni Sverrissyni. Hann er ekki umboðsmaður minn. Hitti
þegar hann var að leggja fram fyrir þeir lista hjá kjörstjórnum. Þetta sá maður sem hefur verið að vinna fyrir bandaríska vogunarsjóði til að finna út með klækjum hvernig hann getur tekið sér flesta mörg hundru milljarðana hérna út úr landinu, út úr fallinu bönkunum. Bara rétt aðeins af því að ég veit að ég og Sigríður erum forvitin hvaða fyrirverandi fréttamaður er það sem var starfsmaður. Það er hérna Magnús Lyngdal Magnússon. Hann er ekki framkvæmdastjóri. Hann er kosningastjóri, hann starfar í framboðinu. Hvenær var hann kann náttúrulega alla klæki hvernig hann smyglar manni hérna inn hjá okkur og býr til svona umfjöllun og þessi umfjöllun öll saman. Við skulum taka bara til dæmis háskólan, það var fyrirlestur þar. Ég fékk heimsþekktan mann í friðarmálum og það var gert að skilyrði að nafn mitt mætti hvergi koma nálægt þessum fyrirlestri, hvorki kynningum, ég mætti ekki koma fram þarna. Er þetta eitt stórt samsæri? Sérðu þetta þannig? Ég sé þetta bara mjög alvarlegt mál ef það er verið að spila svona með forsetakosningar í lýðræðisríki. Það er bara ekki hægt. Og eins og þessi úrdráttur ykkar röð frambjóðenda, það er nú myndband á netinu sem gengur á þetta eins og til dæmis á forsetakosningar.is sem fólk getur séð það bara hvernig staðið að þessu og þetta er bara ekki til fyrirmyndar. Og við getum aldrei átt gott lýðræði eða tekið mál í þjóðaratkvæðagreiðslu ef það er hægt að valsa með skoðanir fólks svona eins og þið gerir. Þið eru hér í gær með stjórnmálafræðing. Má ekki bjóða þér að ræða sjálfa þig? Fyrirgefðu, leið mér að klára. Þið komið með stjórnmálafræðing í gær sem að segja raunverulega við fólk ef þið ekki kjósið turnan okkar þá er það að kasta atkvæðin ykkur á glæ. Og þetta er fyrsta útsendingi, þetta gerist daginn áður en við mætum hér í útsendingu. Viltu ekki tala þín stefnumál? Jú, mitt stefnumál er það að virkja Bessastaði til friðarmála og hér er nú maður sem að ég hef deilt mikið á í gegnum árin. Hann er ekki úlfur í sauðagerði, hann er bara úlfur, skilur. Þannig að hann er ekki sauðagerð þarna, bara heiðarlegur úlfur að því leyti en hann er náttúrulega algjörlega óhæfur til gegn embættinu. Sko, ég ætlaði bara að draga hérna bréf, ég fann þetta bara í skjölu sem utanríkisráðuneytið var að birta á netinu og þar er bréf frá 17. september 2001, það sé vara við afleiðingum af þessum hernaðaraðgerðum. Við verðum að leyfa Davíð að svara þessum ásökunum. Og annað bréf 17. september 2002 og ég segi í þessum bréfum alveg beinum orðum að þetta muni leiða til mikilla aukninga hryðjuverka, blóðugra styrjalda til margra ára. Ég spái nákvæmlega í þessum bréfum það sem gerist. Davíð, þú svara þessu stuttu? Nei, ég ætla aðeins að nefna það sem Andri Snær sagði hérna áðan að menn ætti ekki verið að tala um Icesave og þess aftur nokkuð en það er reyndar þannig að menn er ekki að tala um Icesave og þess aftur nokkuð, menn er að tala um trúverðuleika. Það hlýtur að vera, held ég, mjög þýðingarmikið fyrir íslenska kjósendur að vita hvort að treysta megi mönnum eða hvort að þeir segja ekki satt. Það hlýtur að vera mjög þýðingarmikið og það eru bara svo mörg dæmi um það að það er ekki allir að segja satt og það eru þetta mjög vont og mjög óheppilegt. Eftir að hafa spurt þessa spurninga, frambjóðandann og kosningastjóra hans og ég spyr þau alveg bara hreint og beint en þá er ég ennþá að spyrja sjálfa mig út í þetta framboð af því að það komur svo margt á óvart þegar maður fór að opna. Er þetta allt hreint og beint? Er allt upp á borðinu?